ljóst þín stræti, þín lágu hús og allt sem fyrir ber. Og þótt svo tárið oft minn vanga væ. Verið sæl og blessuð og verið velkomin í fyrsta þátt okkar af borgarlýðnum. Í þessum þætti ætlum við að ræða við eldvitaflokkana helstu stefnumál þeirra. Hver eru helstu stefnumál ykkar? Við leggjum mjög mikla áherslu á húsnæðismál. Við viljum byggja meira og passa að það sé byggt fyrir alla hópa. Við sjáum að ef við hugsum ekki fyrir því að þá sérstaklega þeir sem hafa minna milli handana, lægri tekjur, að þeir eiga erfitt með að fá húsnæði. Þannig að við leggjum áherslu á það. Að tryggja öllum húsnæðisöryggi og færa valdið til fólksins og útrýma fátækt. Þannig að allir borgarbúar og allir íbúar í borginni og bara hér í samfélaginu búi við húsnæðisöryggi, eigi pening út mánuðinn, getur borðað út mánuðinn og hafi meira líf sitt að segja. Þannig að sé hlustað á raddir fólksins þegar að vera að byggja upp samfélagið og byggja borgina. Píratar standa fyrir fagleg, lýðræðisleg og gagnsæ vinnubrögð. Við erum rosalega upptekin af því hvernig við gerum hlutina vegna þess að við viljum standa fyrir heiðarleg stjórnmál í rauninni og að byggja upp traust í garð svona stofnana samfélagsins. Af því að við sjáum það að það veldur svo mikil ringulreið þegar það ekki traust og fólki finnst eins og það sé mikil spilling og það kannski illa farið með völd. Það eitthvað sem við lítum á sem mjög stórt vandamál, þannig að við erum aðhaldsafl gegn spillingu. Það svona okkar hjartansmál, og til þess að vera þetta aðhaldsafl þá notum við aðferðir eins og gagnsæja ákvarðanatöku og svona lýðræðisleg vinnubrögð. Þannig að við viljum vandaðar ákvarðanir, bara þannig að svona borgarstjórn iðki þessi lýðræðislegu vinnubrögð spyrji þá sem best þekkja til, afli gagna og að við byggjum ákvarðanir á alvöru upplýsingum. Helstu stefnumál Flokks fólksins að setja þarfir fólks í fyrsta sæti. Við setjum fólkið í fyrsta sæti og við viljum að borgin og stjórn forgangsraði málum þannig að fólkið sé ávallt sett í fyrsta sæti og svo annað verður bara að koma á eftir. Okkar helstu stefnumál fyrir þessar kosningar eru svona þríþættar þó sé miklu meira að taka, en það eru húsnæðismarkaðurinn eins og hann í dag. Það eru samgöngumálin í borginni og síðan það fjármál borgarinnar. Við erum að tala mjög mikið fyrir svona fjölskylduvænni borg. Við viljum að það sé gott að borgin sé barnvæn, það sé gott fyrir krakka og börn að búa hérna í Reykjavík. Og við erum mjög miklar áhyggjur af því hvað til dæmis erfitt að koma barninu sínu á leikskóla, þannig að við viljum laga það. Við viljum líka að grunnskólarnar okkar séu miklu betri og við trúum því að við búum hérna á Íslandi og okkur tekst oft svo vel að vera alveg framúrskarandi á heimsvísu, þá viljum við gera grunnskólan okkar með þeim bestu í heiminum og setjum okkur það svona framtíðarmarkmið. Okkar helstu stefnumál og svona slagorðið okkar að við höfum skýra sýn. Og okkar svona helstu stefnumál þau snúa að gera borg sem svona með skýra sýn þegar kemur að börnum, þannig leikskóla og grunnskóla. Svo erum við líka með skýra sýn á rekstur og þjónustu, það svona fjármálin. Við viljum lækka skatta aftur og svo erum við með skýra sýn á úthverfin okkar eða hverfin okkar og það hefur að gera með húsnæði og samgöngur og ýmislegt fleira. Þannig að þetta eru svona þessi þrjú stóru mál sem að öll okkar mál tengjast. Mér langar fyrst á því að byrja á því að þakka ykkur fyrir að taka viðtal við alla oddvitana í borgarstjórnarmálunum. Mér finnst rosalega flott að þið séð að sinna stjórnmálum og hafa áhuga á þeim, það alveg til fyrirmyndar. En varðandi stefnumál Framsóknar, þá erum við að setja málefni fjölskyldunar í forgang, málefni barna og barnafjölskyldna. Við erum að setja húsnæðismálin í forgrunn. Það húsnæðiskrísa í borginni. Við viljum gera skemmtilegri borg, útivistarborg, styðja við uppbyggingu allstaðar þar sem að fólk getur notið heilsuræktar og útivistar og menningu og listir og þetta eru svona
okkar aðal áherslumál. Okkar aðalstefnumál að við viljum leysa húsnæðismálin eins hratt og hægt og umferðarmálin samtímis. Og við viljum fara svo kalla viðvegarleið sem við köllum og við viljum tengja Kjalarnesið og Grafarvoginn við miðbæ Reykjavíkur, að gera veg gegnum Viði sem fer út á Laugarnesi. Og með þessu þá erum við að tvöfalda stærð Reykjavíkur nánast og það verður til mjög mikið af svona byggingarlandi, bara langa framtíð, ódýru byggingarlandi. Þannig að það verður aftur að byggja mjög ódýr þetta Reykjavík eins og var gert áður fyrr. En það er ekki hægt í dag, það er byggt. Íbúðaverð hefur hækkað alveg gríðarlega síðan aldamót og við viljum bara skrúa aðeins tilbaka, það getur ekki aftur ódýrt og ódýrt Reykjavík. Við erum flokkur sem viljum réttlæti og við viljum að börnum líði vel og eldra fólki líði vel og við viljum búa til borg sem gott er að búa í og að við getum notið lista og menningar og menntunar og það sé gaman að vera til og við viljum létta óþarfa áhyggjur fólks. Við leggjum mjög mikla áherslu á loftslagsmál og erum með mikla aðgerðaáætlun í því af því að það skiptir mjög miklu máli bæði núna og upp á framtíðina að ná árangri þar. Svo viljum við bæta strætó og fjárfesta í nýjum almenningssamgöngum sem að gegna nafninu Borgarlína sem tryggja forgang almenningssamgangna í umferðinni, auka tíðni og bæta þjónustu. Aðferðafræði, hvernig við tökum ákvarðanir og hvernig við iðkum stjórnmál, það er eitthvað sem skiptir okkur mjög miklu máli. En þess fyrir utan erum við grænn flokkur, mjög upptekinn af loftslagsmálum, við erum mjög upptekinn af sterku velferðarkerfi og mannréttindum. Við viljum að öll fá tækifæri í samfélaginu og að öllum geti liðið vel hérna í borginni og á sama skapi erum við svolítið upptekinn af tækni og svona nútíma vættri þjónustu og góðri þjónustu þar sem við erum að nýta tæknina og hugvitið til þess að gera betur og laga til í þjónustun okkar og ferðlunum okkar til þess að fara bara vel með peninga og vel með starfsfólkið okkar og minnka vesen og minnka sóun og minnka mengun. Við erum aðhaldsafl gegn spillingu, stöndum fyrir heiðarleg stjórnmál og erum mjög upptekinn af loftslagsmálum. Þetta er kannski svona kjarninn og loftslagsmálum og mannréttindamálum. Við tölum líka mjög mikið fyrir því að það megi gefa svona list- og verkgreinum miklu meira vægi í grunnskólanum og líka tæknigreinunum. Og ég talaði mikið fyrir því núna fyrir svona ári síðan að við myndum setja upp svona fablab í hverju borgarhverfi. Það er svona tæknismiðja og sköpunarsmiðja þar sem krakkar geta komið inn og fengið aðgang að 3D-prentara og alls konar tækjum og tólum til að skapa hvað sem þetta dettur í hug. Þannig að það er svona einn hluti af þessu. Stefnumálin okkar í þessum kosningum, við ætlum að leggja áherslu á þrennt. Við viljum byggja vísindaveröld í Reykjavík. Þið kannski þekki það, ef þið hafið farið til stórborga í útlöndum, að þá eru svona vísindaveröldir þar sem maður getur fræðst heiminn. Eðlisfræði, raunvísindi, náttúran og bara svolítið lífið. Og svo erum við að leggja áherslu á betri borg fyrir börn, hækka frístundakort og bæta aðstöðu í hverfunum okkar. Við viljum fjárfesta í núverandi hverfum. Þetta eru svona helstu máli. Við erum líka miklar áhyggjur af húsnæðisvandanum í Reykjavík. Það er rosalega erfitt fyrir fólk, sérstaklega ungt fólk sem er að reyna að flytja heiman og eignast sína fyrstu eign, að kaupa húsnæði, þannig að við viljum byggja meira hérna í borginni. Og svo er það samgöngumálin líka. Við viljum skipuleggja samgöngukerfi þar sem að fólk getur ferðast bara með þeim hætti sem það vill. Sumir vilja nota bíl og einhverjir vilja fara í almenningssamgöngur og einhverjir vilja hjóla og það var bara að búa til umhverfi fyrir alla að fá að velja þar sem að þeir vilja helst. Og svo viljum við byggja húsnæði, að Reykjavíkurborg byggja sjálf og fjölgi íbúðum við það sem hún er nú þegar að gera. Og svo viljum við fjölga grænum svæðum og setja enn meiri náttúruvernd í borgina. Þetta er svona okkar 3 helstu stefnumál í þessum kosningum, en auðvitað höfum við skoðun á öllu því sem að borgin þarf að taka utan um. Næstu ætlum við að kíkja til Úlfs Marinóssonar. Hann er með mjög alvarlegt ekki grín viðtal sem fer alls ekki úrskeiðis. Er það? Faldi hann þetta nafn? Já, ég held að það var þetta nafn. Jesus Christ. Já, yfir til þín, Úlfur.
hérna erum við stattir, nálægt Hlemmi, reyna að finna einhverju. Bíddu, hérna ykkur til þess að tala við. Hey! Bíddu! Nei, bíddu! Hérna ég komið með mann sem ég hitti. Rólega, varlega. Hvernig finnst þér borgarstjórnarkosningarnar? Bjarni Ben? Hringir það einhverjum bjöllum? Stjórnmál? Nei, það ekki svar. Nei, bíddu. Kontinga. Hvað finnst þér borgarstjórnarkosningar? Hvað það? Spurðum svo flokka í minnihluta hvað þeim fannst borgin hafa mátt gera betur á seinastliðnu kjörtímabili. Það hefði til smátt bæta það með því að taka betur í málefni okkar í minnihlutan. Og ég skrifa þetta grein. Það hefur ekki verið hlusta nóg á fólki sem býr við slæmar aðstæður og það ekki gott. Þannig að ég ekki sátt við hvernig hefur verið staðið að málum. Það þarf að laga svo margt og það svo leiðilegt að það sé ekki verið að hlusta á raddir fólksins sem þekkir óréttlætið og það sé ekki verið að laga út frá þörfum þeirra. Það nú þannig í borgarstjórn að við erum oft öll sammála og það ekki það sem fólk sér út í bæ. Við erum oft í hverju einustu viku á fundum og við erum að afgreiða alls konar mál og við erum bara öll sammála. Alveg sama í hvaða flokki við erum. En stundum það stóru málin sem við erum rosalega ósátt við. Ég rosalega ósátt við að það sé ekki búið að tryggja leikskólapláss fyrir öll börn þegar þau koma úr fæðingarorlofi. Ég rosalega ósátt við hvað það lítið af húsnæði laust í borginni. Ég ósátt við hvað það hefur gengið hægt að bæta almenningssamgöngur og hvað það gengur hægt að leysa samgönguvandann. Ég ósátt við fjármálin í borginni, þannig að það svona ýmislegt. Þetta allt mjög gott fólk og vill láta gott að sér leiða. En ef maður horfir á þetta bara svona utanfrá, þá eru allt margir málaflokkar sem mætti vera betur sinnt og þar nefni ég til dæmis sérstaklega eins og bara fjármál borgarinnar. Ég hef miklar áhyggjur af fjárhagsstöðu borgarinnar og sjálfbærni hennar og borgin ekkert annað heldur en í rauninni eins og heimili, að koma tekjur inn á heimili og svo eru útgjöld, það að borga húsnæðið eða leigu og það að borga matinn. Og ef að tekjurnar duga ekki fyrir útgjöldunum og það gerist ekki bara mánuð eftir mánuð heldur ár eftir ár, þá eitthvað að. Og þegar það slíkt þá þarf að grípa til að fá lán, yfirdrátt eða eitthvað til þess að jafna þá stöðu. Og þannig hefur borgin verið að reka sig í of mörg ár með auknum lántökum og það ekki sjálfbært. Það hefur margt verið bara gert ágætlega í borgarstjórn á síðasta kjörtímabili en það margt sem ég hefði viljað að hefði verið gert öðruvísi. Og til dæmis hefur, að því við vorum að tala skólana, hefði þurft að halda þeim betur við, þannig að koma í veg fyrir það að það komi upp mygla með að sinna viðhaldinu betur. Það hefði þurft að byggja meira á húsnæði hérna í borginni, þannig að fólk hefði efnaði að kaupa hús hér og íbúðir. Það var mjög mikilvægt. Já, mér finnst þér af staðið sig algjörlega bara eindæmum illa. Það versta ástand á húsnæðismarkaði, bara síðan mælingar hófust á stöðunum húsnæðismarkaði. Frá aldamótum þá hefur verð á húsnæði í hlutfalli við hvað kostar að byggja það nánast tvöfaldast. Þetta þýðir það að þegar ungt fólk ætlar að fara að kaupa sér íbúð, það getur ekki þessi íbúð þegar það eru miklu eldra, það er að bíða þetta til 30. Og húsnæðismarkaðurinn eins og hann í dag, að eina leiðin fyrir fólk til að komast í ódýra íbúð í dag virðist vera í gegnum einhvers konar húsnæðisúrræði. Við viljum ekki hafa húsnæðismarkað sem hálfgert húsnæðisúrræðamarkaður. Það var bara að sjá hvernig við gerum þetta áður fyrr, þannig að við höfum valið að búa ódýrt. Og það skiptir öllu máli því að þá getur haft pening í eitthvað annað. Það svo skrítið að þegar maður kannski með góð mál,
okkur meirihlutinn bara segja já takk fyrir, þetta er mjög gott mál, við skulum vinna þetta saman. En þá fellar hann tillöguna eða vísinni frá, en taka hann kannski sjálf seinna. Þannig að þetta hefur gert okkur í minnihlutanum oft svona ergileg. Við vilja vinna meira með þeim og vera meira saman í að gera góð mál, en meirihlutin hefur ekki viljað saman við minnihlutan. Og það er ekki gott til þess að allir séu vinir í skóginum. Til dæmis eins og núna hefur verið að tala að byggja þjóðarhöll í Reykjavík. Ofboðslega flott verkefni. Kostar 12-15 milljarða. Nú kannski borgin og stjórnvöld að rífast það sko, hver á að borga hvað, hvernig að skipta þessari köku milli sín. En ef við horfum til dæmis bara á þann vaxtakostnað sem borgin hefur orðið fyrir á örfáum árum, það held sér á 9 árum, frá 2013 til 2021, að þá hefur A-hluti borgarsjóðs eða rekstur borgarsjóðs sem er borin upp á skattekjum, hann hefur borgað 30 milljarða í vexti og vaxtagjöld og verðbætur af því að borgin er ósjálfbær. Þannig að það sem ég er að segja að vextinni sem við búum að borga einhverjum lánveitendum hefði dugað bara síðastliðin 9 ár til að greiða fyrir 2 þjóðarhallir í Reykjavík. En svo finnst mér líka bara dálítið leiðilegt að fylgjast með því á undanförnum árum að ég var nú í fréttum að fjalla stjórnmál árabil og ég fann það að almenningur hafði rosalega lítinn áhuga á borgarmálunum vegna þess að það voru svo rosalega mikil átök og svona harðar deilur mál sem að væri alveg hægt að vinna meira í sameiningu. Og ég dálítið að bjóða mig fram vegna þess að ég held að það þurfi flokk sem á miðjunni og getur unnið bæði með þeim sem eru til hægri og vinstri og miðlað málum í sátt af því að alltaf þegar menn eru að takast á við erfið verkefni þá þarf fólk að vinna saman og mér finnst það svona erfiðast eiginlega að horfa upp á í Ráðhúsinu að þar einhvern veginn fólk bara alltaf að rífast og ég vil að við hættum að rífast og förum að taka ákvarðanir fyrir borgarbúa, fyrir fjölskyldunar í borginni, fyrir ykkur. En samt erum við þetta allir vinir, okkur líkar hann vel hvert við annað og við erum þetta bara fólk og eigum okkar góðu stundir, þannig að þetta er ekki alltaf allt sem sýnist. En auðvitað margt að segja allt ómögulegt, en það er ýmislegt sem maður vill bæta. Nú eitt af aðalmálum Pírata að minnka spillingu. Hvernig ætlið þið að gera það? Við erum mjög upptekin að því að minnka spillingu í Reykjavík. Ég myndi segja að við séum kannski sá flokkur sem að tala mest það og að beita aðhald og vinna gegn spillingu og hafa öflugt eftirlit og gagnsæjar ákvarðanir vegna þess að ef að þú hleypir sólarljósinu inn í stjórnkerfið þá þrífst ekki spilling í skugganum og það er það sem við stöndum fyrir. Og þess vegna höfum við verið rosalega upptekin að gagnsæi, það er kannski svolítið tæknilegt hugtak, en það snýst það að opna ferlana í kringum það hvernig ákvarðanir eru teknar, hafa gögn aðgengileg þannig að þú getur kynntir málið sjálf og þannig að þú þurfir ekki að treysta einhverjum pólitíkur sem er blindi, þú átt bara að geta að tjekka á því hvernig hlutinir eru. Og það er eitt stórt verkefni sem heitir Gagnsæi Reykjavíkur sem við höfum verið að vinna í á þessu kjörtímabili og sem er bráðum birt í fyrstu útgáfu. Þannig að lýðræði og gagnsæi er okkar svar gegn spillingu og jafnræði að faglegar ákvarðanir. Nú spyrum við Viðreisn hvernig það má bæta efnahag í Reykjavík. Borgin er ágætlega stödd. Hún er með miklar tekjur og hún er líka með mikinn kostnað. Við erum með risastóra kostnaðarliði sem eru skólamálin og velferðarmálin. Það eru svona stærstu útgjöld borgarinnar. Við fáum tekjurnar í gegnum útsvarið, gegnum skatta hjá fólki og líka gegnum fasteignaskatta. Og það eru bara heilmikil tækifæri til þess að borgin sé með svona stöðug og góð fjármál. Ég vil sjá rekstur borgarinnar hallalausan. Ég vil sjá langtíma sýn, og við erum með svona langtíma fjármálasýn, þar sem við segjum borgin má ekki skulda meira en þetta, borgin ætlar að eyða svona miklu í nýja skóla og svona miklu í sundlaugar og svona miklu í íþróttahús, þannig að allir viti í rauninni hvað borgin er að gera. Þannig að hún segi ekki bara einn daginn, ég ætla að gera þetta
og næsta dag, nei, ég ætla að gera hitt, heldur bara við erum að fara þangað og við ætlum að gera þetta svona. Og það skiptir öllu máli. Nú spyrum við Miðflokkinn hvernig má bæta aðstöðu fyrirtækja í Reykjavík. Er með svona 3 lítil og millistór fyrirtæki, þannig að ég þekki fyrirtækjarekstur í Reykjavík mjög vel. Það er á margan hátt hægt að bæta þeirra aðstöðu. Og þar komum við dálítið að, ég vil fyrst nefna kerfisvandan sem mörg fyrirtæki eru að glíma við. Og við erum með miklu flóknara kerfi hér á Íslandi yfir höfuð, heldur en til dæmis í nágrannaþjóðunum sem við berum okkur saman við. Og það er til dæmis eftirlitskerfi og það eru, þú þarft að, þegar fyrirtæki er að verða sett á stað og segja maður sé í framleiðslu, að það er svo margir sem þarf að tala við og fá leyfi. Þetta á að vera miklu einfaldara. Það á alltaf að hugsa þetta þannig, hvernig geti einfaldað nýju fyrirtæki að fara á stað og reka sig hér í Reykjavík. Og það er meðal annars með því að einfalda regluverkið. Og síðan má nefna til dæmis eins og mikið af fyrirtækjum niður í miðbæ sem hafa áhyggjur af því að það stefna borgarinnar hefur verið til að fækka bílastæðum. Vilja minnka alla bílanotkun í miðbænum. Og það er í sjálfu sér mjög takmarkandi þáttur fyrir fyrirtæki sem eru staðsett þar. Þannig að við þurfum að huga betur að fyrirtækjum og við getum gert það. En hvað finnst Píratar að mætti gera í jafnréttismálum í borginni? Eins og ég var að tala um jafnréttis og kynjafræðsluna, okkur finnst það að vera mjög mikilvægt vegna þess að við förum öll í gegnum skólakerfið og þarna er ótrúlega mikil tækifæri til þess að auka jafnrétti í samfélaginu ef við tryggjum að börn og ungmenni sem fara í gegnum grunnskólan fái næga fræðslu. Það kemur að jafnréttis, kynja, kyn og hinseginfræðslu. Við viljum skapa rými til þess að fjölbreyttir hópar hafi tækifæri og tækifæri til að líða vel í samfélaginu. Við höfum verið mjög upptekin af málefnum transfólks og transbarna og lagt mikla áherslu á stuðning við transbörn í skólakerfinu og að hjálpa fjölskyldum transbarna líka að vera til staða fyrir börnin. Við höfum staðið fyrir því að styrkja hinsegin félagsmiðstöðina og viljum efla hana enn frekar. Og svo erum við með verkefni í gangi sem er kynjuð fjárhagsáætlun eða jafnréttis fjárhagsáætlun hérna í borginni. Og það snýr að því að við útdeilum fjármunum borgarinnar út frá forsendum jafnréttis. Og við viljum ganga enn lengra með þetta verkefni og styrkja það þannig að það nái inn í að vera einhver grundvöllur fyrir ákvarðanatöku. Ef við tölum jafnrétti í víðum skilningi erum við rosalega upptekin af algildra hönnun og aðgengismálum fatlaðs fólks og höfum verið varðhundur aðgengis og algildra hönnunar í þessu kerfi. Takk fyrir að horfa á þennan fyrsta þátt af Borgarlínunum. Og í næsta þætti ætlum við að tala um samgöngumál. Ekki missa því! Ég lofa ljóst þín stræti, þín lágu hús og allt sem fyrir ber. Og þótt svo tárið oft minn vanga væti, von mín eina bundin þér. Og hvers